Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í þáttinn Tveir fellar. Ég heiti Óli og ég heiti Einar. Og í dag erum við gest. Það er nú Guðmunda sem vinnur í Celsius. Góðan daginn Guðmunda. Já, sælblessið. Góðan daginn. Herru, hún Guðmunda ætlar að segja okkur aðeins Celsius og þeirra starfsemi. En áður en við förum í það, viltu ekki bara segja okkur aðeins bara frá þér? Já, ég heiti Guðmunda og ég er 23 ára og vinn í aðstofforstemaður Tómsendahús Árborgar og sem ungmennahúsi Pakkhúsið og svo félagsmiðstöð Celsius. Og ég er í Háskóla Íslands og læri tómstund og félagsmálafræði. Já, áhuga minn er að ferðast. Já, það. Ferðast, eru ferðast mikið? Já, ég ferðast svolítið mikið. Ég var í reysi í sumar og svona. Já, það. Einar myndi að fara í reysu bara núna bara á föstudaginn næsta? Já, ok. Ekki morgun. Í mánuð, bara heilan mánuð sko. Ertu bara einn eða með fjölskyldunni? Nei, bara með afa og tveim frækum mínum. Ó, geggjað. Já. Herru, hljóma vel. Það er geggjað. En þú sem sagt vinnur í Celsius. Yes. Og vilt ekki bara segja okkur, það er til að fá nokkri sem að spá, skilur, hvað er Celsius? Já, Celsius er svona félagsmiðstöð og við þjónustum þess að 3 grunnskóla sem er í Árborg, Vallaskóli Sinnleik og svo Bandaskólinn er í Bókstaksveri. Og já, þetta er bara svona opið fyrir 5. til 10. bekk, þú veist, og við erum bara með skipulega dagskrá fyrir þennan aldur og svo er bara fullt að gerast í húsinu eða svona aðstæða og fólk getur bara haft samband ef það vill koma ut á opnunartíma og svo leiðis. Kemur 5. bekk líka, ég held að vera bara 8., 9., 10. Nei, við skiptum þessi þess að í 2. Já, 5., 7., 7. Já, 5., 6., 7. og svo 8. til 10. bekk. Þannig, já, það er aldurinn þá frá 5. ekki? Já, 5. bekk. 5. til 10. Já. Yes. Og er vel mætt það? Já, það er svona, það er mjög góð mæting á haustin og svo er þetta svona þessi tími, janúar, það er svona minkari, áttir eftir jólfrí, eitthvað svo leiðis. Þetta er ekkert á sumrinu þar ekki? Nei, við erum bara með vinnuskóla á sumrin, það er svona úlingavinnuna. Já, þið sjáum hana. Já. Ok, glæður losnaði það maður. Ég er svo glæður nú. Það er kósí. Hvað hefur eiginlega unnið lengi í Celsius? Ég byrjaði haustið 2017, þannig að það er verið 3 ár í haust. En þar á undan var ég að vinna í Pakkhúsinu sem ungmennahúsið og svo var ég flokkstjóri áður en ég byrjaði að vinna þar. Já. Og hvað finnst þér svona skemmtilegast við að vinna í Celsius? Sko, skemmtilegast ég myndi segja starfsfólkið og svo bara úlingarnir sjálfur. Það er mjög skemmtilegt. En mest pirrandi? Ja, svona leiðilegast. Ég myndi segja sko þegar það er nú brjálað eða skilur allir krakkarnir klikkaðir og ógeðslega margir í húsi og eitthvað svona svona vitleysugangur eitthvað. En eins og þegar þú varst úlingur, fórst þú sjálf í félagsmiðstöðvar? Ég mætti okkar einstu vakt frá 8. til 10. bekk eiginlega sko. Já, ég var bara alltaf í félagsmiðstöðinni, ógeðslega skemmtilegt. Já, meina. Vá, ég bara mætti svona 3 í Celsius. Ég held að það sé líka ástæðan okkur í sig að vinna í Celsius sko. Það var ógeðslega skemmtilegt. Þú fekkst ekki nóg að þessu? Já. Óli, þú fyrir einhver aðra félagsmiðstöð en Celsius? Nei, ég hef ekki gert það. Ég get það, ég fyrir 10 í Reykjavík. Já, það? Já, það er í Árbornum, já. Já, það er í Árbornum, já. Það var ágætt. Og svo bara mætti ég hingað og ég fór aldrei í Celsius. Já, þú fórst með okkur daginn. Já, ég fór með okkur daginn, það var þetta svolítið gaman. Yes. Já. Póko og svona. Pizza. Já, pizza, það var góð maður. En hversu lengi er opið í Celsius? Er þetta klukktíma síðan? Já, bara svona til. Þú veist, það er opið 7:30 til 10. 4 daga vikunar og þess að 3 á Selfossi og 1 sinni á Stokkseyri. Við erum með svona lítið á kvöldin þá? Ekki? Já, þetta er á kvöldin 7:30 til 10 og síðan fyrir 5. til 7. bekk er þetta 3 daga vikunar frá 5 til 6:30. Nei, já, 5 til 6:30. Og hvað er svona helsta sem þið bjóðu upp á svona atburðir eða eitthvað svona? Sko, við erum sérstætt með svona setaráð sem er bara opið fyrir þá sem vilja og þau skipulegja dagskrána. Þannig að það er algjörlega, þú veist, úlingarnir sem ráða hvað verður í dagskrá á kvöldin, stundum við bara opið hús, stundum verður með, þú veist, við vorum með eitthvað morgátuleik í gær og svo, þú veist, kappát og eitthvað svo leis og síðan svona nokkur sinnum yfir önnuna erum við með svona risastóra viðburði, þú veist, kannski allt
alla félagsmiðstöðar saman á Suðurlandi að halda viðburð, eitthvað söngakefni. Já, eins og uss og það. Já, uss, einmitt. Og svo þú veist, samfestingurinn sem að samfés sérum og fleiri kannski samfésviðburðir sem við tökum þátt í og hlutis. Hvað vinna margir í Celsius? Við erum svona sko, við erum svona 12 sem vinnum í öllu húsinu og það bara mismunandi hvort það sé einhverjir sem eru bara að sjá klúbbastarf eða blanda á milli hvort það sért í pakkusinu og 10-12 og svo kvöldvöktum og svo leiðist, þannig að við róturum svolítið mikið í þessu sko en við erum svona cirka 12 í heildina. Já. Og hvað er svona þitt starf í Celsius? Ég sé 5. til 7. bekki starfið alfarið og síðan vinn ég næstu öll kvöld, alla kvöldvaktir og svo sé ég stelpuklúbb og já, og svo er ég bara svona staðgengill þegar forstöðumaður ekki að því ég er núna aðstofa forstöðumaður. Hvað er gert á stelpukvöldum? Við fáum ekki að vita það. Já, svo stelpuklúbbar, já. Það er alltaf top secret. Það er einhverja stelpur að hlusta. Við fáum heldur ekki að vita hvað er að gerast í strákuklúbbunum, sko. Nú, það er líka top secret. Held veit það ekki heldur, ég fer aldrei yfir. En hvað er gert í stelpuklúbbum? Sko, stelpunar ráði sjálfar og þú veist, þess að stelpunar í úrlingadeildinni ráða sjálfar og það er oft bara svona tabúkvöld þar sem við spyrja svona nafnlausar spurningar stundum gerum við brjóðsökuskjær, það er bara svona blanda á fræðslu og svona uppbyggilegum dagskrá og svo skemmti dagskrá. Ég fór mitt á held ég eitt svona strákakvöld. Ég held að það sé að stelpukvöld. Nei, ég fór á strákakvöld og það var einmitt svona tabúdæmi mjög fræðandi sko. Tabú, ég að missa einhverju, hvað er það? Þú er bara að höra að mæta sko. Já, sorry maður. Það er svona fólk, það er svona hattur og þið skrifa bara spurningar á miða, setja honni í hattinn og svo bara dreigið upp spurningarnar og það er einhver svona stjórnandi sem bara er með þetta og bara útskýrir, þú veist spurningaskilur er skrítið að hata pappa sinni eitthvað svoleiðis. Já, það er oft kannski einhvern spurningar sem fólk þorir ekki að spyrja. Já, okay, nice. Og þess vegna er þetta svona nafnlaust bara, skrifar á miða og... Mjög sniðið sko. Já, ég skal kannski mæta næst. Eftir með einhverja spurningu, ef einhver er með spurningu hérna úti, þá endilega mæta. Ég er með fullt af spurningum. En ég frétti að þið eru með nýbúin að byrja svona podcast, bara svona hlaðvarp aðstöðu. Já, við vorum að kaupa græjur. Við sem sagt keyptum 3 mæka og standa og svona græjur sem við svona innbyggðum hljóðum og getur tengt. Þetta er svona sérstakt podcast. Er þetta Rót podcast? Já, þetta er Rót, einmitt. Ég skoða það einmitt með það. Kostar, ég veit hvað kostar, það skiptir ekki máli en það er mögnu græja sko. Já, við keyptum það og þannig að ef einhver hlustandi vil byrja podcast þá bara hafa samband við félagsmiðstöðina. Það er bara panta tíma og svoleiðis bara. Já. Er það pæli að setja þá... Senda upp skilabóð á Facebook sko. Er það pæli að setja þá podcastin á Spotify? Nei, eða einhver svona á netið? Já, þú þarft bara að vera með svona SD-kupp, micro SD-kupp. Þú setur bara í og svo bara tekur þetta upp og svo getur þú bara gert það sem þú vilt við. Já. En ætlið svo þú veist að setja þetta á netið? Þú veist svona podcastin þeirra eða vilja? Þau svona... Já, gegnum okkur. Eins og við gerum núna, við setjum við á Spotify og Apple Podcast og alltaf. Já, við höfum ekki rætt að svo sem hvort að við sem Celsius myndi að setja það inn, skilur en það er kannski sem að þú veist, þeir sem að koma og fá aðstöðuna geta búið það bara sjálf til account og setja inn svoleiðis. Það væri sko sniðugt að vera bara með Celsius og það væri bara Celsius og það væri podcast profile. Já. Það er bara fyrsti áttur, þá er þessi í þettinum og svo þessi bara svona, það væri þetta. Og líka mjög sniðugt ef einhver er hann úti og langar að byrja podcast en kannski hefur ekki fjármagni til þess að kaupa sér hlutina og bara getur mætt á staðinn og redda þið þar. Já. Það er mjög sniðugt. Þau eru með þetta sko, ég sá þetta einhvers staðar í einhver bókasafni sko. Í Reykjavík eða eitthvað. Okay. Þau eru einmitt með svona líka. Já. Það er mjög sniðugt. Þetta er allavega mjög auðvelt að setja upp sko og mjög einfalt að taka ná svoleiðis þannig að. Já. Óli, við þurfum að gera þetta. Við þurfum að mæta í podcast. Já. Ég vil vera frægur, Óli. Ég vil vera frægur. Ætlum bara að taka yfir podcastið í Celsius, bara að panta alla tímana af því að við nefnum ekki að gera þetta hér. Nei, við mætum allan einu sem 2 fellar. Við erum vanir sem við gerum podcast. Þið getur verið fyrsta þáttu í Celsius podcastinu. Getur verið eitthvað að hjálpa þessu fólki eða eitthvað, ég veit ekki, einhver spurningu eitthvað. Gefa þeim podcast tips, við erum búin að gera 5 þætti. Alveg ógeðslega vanir, en já, eins og það er trúlega margir að hlusta sem veit ekki endilega hvar Celsius er, hvar er það eiginlega? Já, þetta er sem sagt
Þetta heitir Austurvegur 2B. Þetta sem fyrir aftan bókasafnið og ráðhúsið og þar. Það svona hús og í því húsi bæði ungmennahúsið sem efri hæðinni og svo félagsmiðstöðin sem neðri hæðinni. Stendur ekki pakkhúsið á pakkhúsinu? Jú, það stendur svona pakkhúsið, þú veist, hjá bílplaninu og svo þegar þú lappar svona niður tröppurnar þá merkt Celsius. Og af öllu sem þið gerir í Celsius, svona öllum atbyrjum og svona, hvað finnst þér skemmtilegast? Það eitthvað í gangi, eitthvað stelpukvöld, Mér samférstingurinn alltaf mjög skemmtilegur. Já. Balli, sérst? Já. Það ekki að sama samfés? Nei, samfés svona samtök félagsmiðstöða á Íslandi, skilur. Þannig að margir sem kalla samfésballið, skilur, samfés bara. Þannig að margir sem tengja það svoleiðis, en við félagsmiðstöða starffólk að reyna að breyta því. Við kalla þetta samférstingurinn, en það samfés svo fólk þekkja. Ég hef aldrei farið á samfés, hefur þú farið á samfés? Nei, ég fór á US og alltaf samfés. Þetta var mjög skemmtilegt, sko. Því að maður alltaf í 10. bekk núna, vill ekki missa þessu. Já. Leiðilegt að vera komin fram á skóla og fórstu við samfés? Nei, það Ég misti það. Þið verður það að dýrlega að mæta, sko. Veistu hvernig samfés er? Á 20. mars. Ég hef komin aftur. Þetta svona, þú veist, þetta svona árshátíðir fyrir félagsmiðstöðvar, þannig að við tökum alltaf svona mætingu, skilur. Þannig að þeir sem eru duglegir að mæta fá forgang á miða. Shit, við fáum einhverja 100 miða eða eitthvað svoleiðis, held ég félagsmiðstöðvar. Og mikið ásótt, skilur með þig. Já, það svona lok febrúar, byrjun mars mjög góð mæting þá. Fólk svona að fara að pæli, ég er ekki búin að mæta neitt og mér langar samféltingin þá. Og við núna erum með keppanda á samfés, söngkeppni samfés. Hún Elisabeth, hún komst áfram í gegnum og tekur þátt í söngkeppninni sem sett á laugardeginum og ballið á föstudeginum. Já, það þannig, en á US það var allt á sama kvöldinu. Já. Það alveg bara Suðurland, sko, þannig að miklu minna. Já. Og náttúrulega hún vinnir það shit, það verður bara Já, það verður geggjað. Bara einskott fyrir self-send, það bara Já. Er ykkur óslega mikið pressa á hana. Engar áhyggjur. En er ykkur verðlaun eða ekki? Það var ekki bikar, það var ekki alltaf eitthvað. Já, í söngkeppninni? Já, ég held þessi stúdíótími og eitthvað, það er bara fullt. Stúdíótími? Já, ég held þessi fullt af verðlaunum. Gefinu plata bara. Sæll, Óli, við þurfum að gera þetta. Já, þú ert búin að æfa mikið að syngja hérna. Ég bestur að syngja. Ég ætla ekki að syngja núna samt. Hættir á mútum og svona. Ég löngu hættur á mútum. Held ég ekki viss. Ég veit hvað, og maður fara að mæla það eitthvað. Ég held sko Celsius aldrei unnið, þannig að það var ekki að Ekki? Við vinnum skemmtilegast atriðið, sko. Það var eitthvað svona hljómsveit sem tók bubbalag og það svona pitti? Nei, það betra heldur en þú veist ekki neitt. Já, reyndar. Það verður skemmtilegt. Já, ég held þessi fyrst, annað, þriðja og svo skemmtilegast. Þannig að þeir voru ekki síðan ekki góður að syngja eitthvað leys, en það var svona Gekka sjó. Já, meira eitthvað svo leys. En með starfsmennina, gerðu ykkur krafa til dæmis menntun eða reynslu til þess að vinna í Celsius? Þú verður að vera 20 ára til þess að vinna sem svona hlutastarfsmaður og síðan þarfst að vera með háskólamenntun til þess að vera forstöðumaður. Háskólamenntun? Já, maður mennta sér komið þetta. Þetta svona bara eins og að vera kennari, basically. Svona, þú ætti að vera háskólagráði fyrir að vera kennari og leikskólakennari. Menntunin í þessi tómstund og félagsmálafræði. Svona að læra að vinna með fólki í frítímanum eða ásleis. Ég reyndi að læra það. Það náttúrulega svolítið erfitt að vera með krakkabrandlægin og vera bara wúúú, partí. En ekki svona, myndir þú segja að það er mjög svona gefandi starf? Já, mjög. Það heldur manni ungum, sko. Heldur manni ungum? Já, það er svona mikið í kringum ungt fólk. Það lærir allt nýja slang og bara lærir öll orðin sem litlu krakkin ekki notið í dag. Já. En ég var að spá, ætlar að gera eitthvað eftir Celsius, svona þegar þú er kannski eldri og búin að ætlar að fara einhver aðra vinnu? Sko, dreymistarfið mitt er að vera forstöðumaður með Celsius. Það? Já. Það er þetta bara ég er að læra, skilur, til þess að fá háskólamenntina fyrir það. En það var sem sagt verið að ráða nýjan forstöðumann núna. Hver er það? Hún er Dagbjört Harðardóttir. Ég held að hún byrjar held ég bara kannski næstu viku eða það næstu viku eða eitthvað. Og þú þá bara, dammit, þetta var mitt starf. Ég gæti ekki fengið að ég er ekki komið með menntunina. Já, svoleiðis. Þú ert í skóla, eða ekki nú? Já. Hvað er mörg ár eftir? Mörg ár? 2,5 ár. Já, ár, sko. Já, ok. Hvað er þetta reyndir? 2 áratí? Nei, þetta segja annir kannski? Já, tekur tíma, já. Við erum bara eins og vanir eitthvað, það tekur nokkra mánuði. Við vitum ekkert annir, við erum farin náttúrulega í framhaldsskóla núna, bara að þessu ári.
Varst þú á Selfossi í framhaldsskóla eða? Nei. Nei, kemur þú bænum eða? Nei, ég hérna sko, ég var í Sunnleikaskóla. En ég fór til Reykjavíkur í framhaldsskóla. Hvað bara í... Ég fór í Versló. Ég ætla alltaf að segja ML, ég ruggla alltaf saman með MR, ég alltaf... Já, hvað Einar að spáði fara í tækniskólan? Já. Ég ætla bara heima fyrir FSU. Spara peninga. Já, ég held sem mjög fínt að vera FSU. Já, ég veit ekki, trúlega, vonandi. Herru, en voru svo ekki einhverjar spurningar frá hlustendum einar? Jú, tjók, við skulum henda okkur í þær. Henda okkur í þær, spennandi. Alright. Með þeirinn í símanum mínum, það tekur smá tíma. Það mitt, ég gefi upp nafnið, Instagramið, plugga það. Jú. Og meðan við býðum kannski, vil ég plugga kannski bara Facebookið og Instagramið hjá Celsius? Já, Instagramið Celsius123 og síðan erum við með svona like síðu á Facebook sem heitir bara Félagsmiðstöðin Celsius. Vist það ekki sniðt, svona like síður? Hver er munurinn á því? Veist ekki, ef þú like þarfst ekki að vera vinur, skilur og þá þú veist bara, fjærður samt allt sem við sitja inn svona, það kemur á þú getur bara alltaf kíkt inn á síðuna og þarfst ekki að vera vinur neitt og séð allt og senda okkur skilabóð og já, ok, sniðt ég er mest á Instagram sko. Það er sko Facebook síða vínasíða sem heitir Celsius-Celsiusson þannig að ekki tjekka því, við erum hægt að nota Við náðum ykkur í gennum Instagram það var mín að þau svo bara strax, þetta var ekkert mál Já, það var ég sem sagði Það stóð það, já, ok Það var gaman En herru, ég kom með spurningarnar og þetta eru 2 spurningar og það við svörum fyrstu þann aðan Ég ætla reyndar að segja reyndar Já, hvað spurði hana bara? Það ekki dagbjörnstur? Það er dagbjörnstur sem spurði hvað er Celsius og við fengum það Hann er úr bænum Við stálum henni smá svona frá hennum En fyrst er frá Björn _TKD og það er hvenær er næsta ball og vorum eiginlega hvað verður þetta aðeins líka Það var, er það ekki samfélstingurinn? Jú, samfélstingurinn Já, það er næsta ball, það er ekkert eitthvað Já, við erum svo sem ekki búin að plana nákvæmlega febrúar en við reiknum með að vera ekkert ball í febrúar bara. Já, þannig hvað 20. mars 20. mars, já þá er samfélstingurinn Yes Já, ég heldur sem þetta búin að spyrja þessu og það er okkur gaman að vinna í Celsius Voru ekki að segja það? Jú, það er, viltu ekki segja frá hverjum það er? Jú, það er frá Soldís _Malla Yes Soldís Malla Hún er oft í Celsius Já, hvað er skemmtilegast? Er ekki Soldís Malla bara skemmtilegast? Já, það er ekki ástæðan fyrir að vinna Það er ástæðan fyrir vinninni Það er bara þegar hún hættir í 10. bekk ekki hættir, ég meina útskrifast í 10. bekk þá bara hættir í náminu og öllu þessu bara Já Ekki Nei, skemmtilegast er held ég starfsfólkið og unglingarnir og segja leikinn, þetta er bara fjölbreytilegt starf Já, og það var ekki, já frýtt inn á börn og allar starfsmæður bara líka geta verið eitthvað út á dansskóla og dansa það er ekki að banna það Takið svona starfsmannaferðir svona fara í keilu eða eitthvað svona eins og að gert í venjulegu vinnu Já, við tökum svona starfsdaga svona einu sinna fyrir áramót og einu sinna eftir áramót og þá endur við kannski að gera eitthvað skemmtilegt eftir lógin byrjum að vinnu og svo að byrja þú veist að skipuleggja kannski og svo færi að partíða Það er gaman maður Yes En þið er ekki hérna það er núna eitthvað samfélags danskeppni það er ekki á Suðurlandi það er bara í Reykjavík Nei, við megum alveg taka þátt sko. Já, ok Já. En hérna það er sem enginn lýst eftir neinum áhuga að taka þátt í því sko. Býta það, sorry, ég datt svolítið með starfsmenn taka þátt í Nei, ég var að horfa einhver úlinga frá okkur Ég var að horfa Rúnar, ég fylgjast með Já, nei, þetta er danskeppni bara svona eins og söngkeppni, bara danskeppni Kópavogi núna Þú ert að fara að vinna við það Vinna við það? Það er ungi teknimenn Taka myndir Já, ég vil líka þar sko. Ég sé ungmennir á samfyrst þannig að ég vil líka á þessum viðbæri Ég vil kannski eitthvað skoða þetta bara svona, þetta er gamans Já, skemmtilegt En ég sé að þegar ég komið með Celsius til dæmis þeir eru með svona risa töflu af öllu sem er að fara að gerast yfir mánuðin Já Og hvað er með mörgum mánuði? Er ekki alveg, þú veist Margar opnarnir í mánuði? Er það ekki alveg, já Þetta er náttúrulega 4 í viku Og það þarf alltaf að vera eitthvað hvert kvöldið ekki, svona Já, þú veist, það þarf þetta mál verið opið hús og það er bara komið og leikir í pingpong og Já, ég sé, þetta er líka alltaf En það krakkarnir ákveða það sjálfur, sko, hvort það verið opið hús eða hvort það verið eitthvað dagskrá
ég seti alltaf í skólanum, það alltaf auglýsingar bara í dag brjóstsykrurskerð og samt mæti ég aldrei. Það getur alltaf að segja það einar. Þetta líka okkur þægilegt, þú veist að koma fólk svona kannski stóri vinahópar eitthvað svoleiðis að geta að chilla heima hjá okkurum að kíkja bara í fylgsmyndstunum og chilla þar. Já, það var mjög gaman, til dæmis að við fórum bara í Pogo síðast þegar við mættum núna. Pool og svona. Pool, já. Það sick sko. Og svo þeir eru líka með PlayStation eða ekki? Jú. Kaupum alltaf nýjast leikina og þeir eru með alveg herbyggju fyrir það, alveg risastórt. Sér svona bíósal. Já. Fullt af spilum, við erum með stúdíó líka ef fólk vil koma og taka upp lög og gera tónlist. Já, það sameiginlegt í öllu húsinu sko. Og ég ætlaði bara pakkhúsi sem það. Nei, við fáum alveg að ganga því sko. En við erum svo sem ekki að hleypa inn á vöktum þegar það er opið, skilur, en ef fólk hefur áhuga á að fara þangað þá bara hægt að panta tíma í stúdíóið. Við hefum séð þetta, við fórum hana fyrir, hvað var það fyrir? Það var fyrir, já, við tókum upp svona kynningamyndband. Nei, tókum svona kynningamyndband Celsius. Já, ég man eftir því. Það fer mynd á Unglu sko núna, hann að gera það núna sko. Já, ok, það gaman. Já, það kemur einhvern veginn næstu vikum. Það var geggjað, ég vissi ekki að vera stúdíó, ég bara. Nei, ég vissi að því sko, ég kom inn á því sko, en ég held að það væri bara fyrir pakkhúsi sko, þannig að hver munur, að Celsius og pakkhús og það tengt saman? Sko, þetta í sama húsinu og það svona hurð sem hægt að labba í gegn og svo leiðis, en þetta pakkhúsið sem sagt ungmennhús sem fyrir 16 ára eldri. Þannig að þegar þú komin í framhaldsskóla þá getur þú bara mætt þangað, þú veist, það poolbar líka og hægt að chilla. Já, það svona félagsmiðstöð fyrir eldri. Já, svona eiginlega. Fyrir lengra komna. Já, það places sem tala þar. Við erum það oft svona stóri viðburðir þar, eins og uppstand og svona quiz og eitthvað svoleiðis. Já, dæmið sem ég fór á tabú-dóti, það var uppi nefnilega. Já, þá vorum við með stelpukvöld og strákakvöld á sama tíma. Já. Stelpukvöldi var niðri, strákakvöldi. Það manstu bara eftir þessu? Já, ég var að vinna. Hún vinnuð það, Nóri. Ég líka með mjög gott minni, sko. Já, ekki ég man ekki. Óli með versta minni sem ég bara það ekki, sko. Það svona, ég man mikilvæg hlutina. Það svona, mikilvæg hlutina. Allt skóladóti. Allt skóladóti. Með það alveg bara en alltaf minningafræði og strikkjur, það bara Já, ég öðru sér sko. Ég með alla minningar en ekkert skóladót. Já, það geggja. En, byrju, pingpongborðan uppi, pakkhúsinu? Við vorum að kaupa nýtt pingpongborð í Celsius, þannig að gamla fer upp í pakkhúsi. Okay. Það verður bara svona smellt saman og svo það draga út. Fyrir allt nýjasta í Celsius. Ekki pakkhúsi, en það svona fyrir svona leftovers fyrir svona upp. Það reyndar betra poolborð í pakkhúsinu heldur en Já, ekki eitthvað. Þannig að svona jafnvægi bara á milli. Já. Ég meiri pingponggæi, þannig að það er meira svona aksjón í félagsmiðstöðinni heldur en ungmennhúsi sko. Það fólk miklu meira að chilla. Ég var alltaf svo pirraður í pingpong. Ég bara þórið líka. Já, það er ekki gaman að vera reiður í pingpong. Það sem ekki keppniskap, ég alltaf bara þarf vel að, sérstaklega ég taka svona heilan leik, það ég bara. Já. En þú búin að vera, hvað sagði, 3 ára ekki? Já. Hvað er svona mesta breytingin sem þú hefur séð bara á þessum 3 árum? Á húsnæðinu sjálfu þá fengum við nýtt gólf, það var mjög mikil breyting. Við vorum með svona steinteppi. Er það ekki lengur? Nei, við flotuðum gólfið jólinni fyrra. Já. Þannig að það er ógeðslega þægilegt, maður þurfti alltaf að vera inn á skónum, núna getur maður að vera á sokkunum. Ég var hann inni bara daginn sko. Og tókst ekki eftir því? Það er svona gult, það er svona miklu bjartar heldur en var eins og. Núna manni eftir því. Alltaf ég hugsa Celsius og segja steingólf sko. What? Ha? Vá, ég bara geta að horfa nýður, ég var samt í Pogo, ég veit ekki. Það er allavega, hann hafi mest breytingin bara svona húsnæðinu. Já, við höfum verið að leggja svolítið mikla áherslu á því að hafa þetta svolítið hugulegt og flott. Það hafi verið hann á þessu, þetta er einu staðan sem Celsius hefur verið á, eða ekki? Það hefði ekki verið neitt. Nei, þegar ég var á ykkar aldri var það það sem fyrsti bekkur er í Vallaskóla. Já, húsið við hliðina. Já, Valhöll, já. Þar var félagsmiðstöðin þegar ég var ykkar aldri, sko. Og það bara geggjaði minningar þaðan. Já. Varst þú eina svona manneskinn sem stjórnaði svona hvað var að fara að gerast eins og nefndu Já, sem setur hann, já. Já, ég var þar. Varst þú alltaf bara stelpukvöld? En það ekki skemmtilegt? Nei, ég vildi alltaf hafa pingpongmót. Pingpong. Akkur er ekki, hvenær, það er búið að vera. Hvenær var síðasta pingpongmót? Það reyndur svolítið langt síðan. Kannski maður hefa það bara í
februar. Það mæti ég. Það kom allir svona træhardanir og rústamenni, ég nenni því ekki sko. Já, þetta var svona ping-pong mót fyrir núba, bara svona testa fólki. Við gerum náttúrulega með 2 borð núna, þannig að við getum fyrir þeir sem eru góðir og þeir sem eru ekki góðir. Það myndi vera sem ekki góðir. Bara þú búin að vinna 5 í röð. Við viljum ekkert hafa þig hér bara. Já. En hérna, þið eru með ping-pong borð, þið eru með PlayStation, þið eru með Pogo, þið eru með pílukast, púl. Svona fúsball. Já, fúsball og líka svona körfubolta. Já, körfubolta. Það er ekki alltaf nýtt eða? Jú, keypti það í haust. Já. Svo erum við með spilaherbyggi líka, eigum fullt spilum. Það var ógeðslega mikið svona spilamenning í Celsius, en það er ekki eins mikið núna. Ógeðslega gaman að spila, ég var bara að fatta daginn. Þú veist, þegar ég spila fjölskyldunni eitthvað, það er bara ég skil ekki okkur að gera meira, þú veist, í Celsius. Ég elska líka að spila sko. Mér finnst ógeðslega gaman að mæta, ég mætti eins og í skólanum í Celsius í Varúlf. Já. Það var bara eitt skemmtilegt sem ég gerst sko. Er það ennþá Varúlfur? Já, það er alltaf klassískt sko. Já, það. Man þarf að gera það einhvern tímann sko. Færi Varúlf. Já. Og er síðan ekki vanlega svona, bjóðu ekki vanlega upp á pítsu og okkur svoleiðis mat og þannig? Við gerum það í byrjun hver annar. Þannig á haustin þegar við bjóðum alla velkomna, þá erum við með skólakvöld, þá er pítsur og svo bekkjakvöld, þá erum við ís og svo vorum við núna til að byrja önnina á skólakvöldum og bjóðum pítsu. En síðan bara matur að það er eitthvað svona sérstakki, svona stærri viðburðir eins og stelpastrákakvöld og svona. Já. En þið hvenær lokið, hvaða mánuð lokið, er ekki bara það skólaslit? Já, svona í lok maí sko. Já. Þá, og því byrjun júni ferum okkur yfir sem vinnuskóli. Já. Já, unglingavinna. Já, þú ert líka með unglingavinna í svona hópið það. Já, ég reynda er ekki búin að vera síðustu 2 sumur, en þar á undan var ég flokkstjóri, já. Varst þú sjálf í unglingavinni eða? Já. Já, það? Já, ég var held ég í 8. og 9. bekk, en ekki 10. bekk. Ég hef aldrei upplifað það, ég fór bara beint í bónus. Já, það er líka bara fínt. Og bara kassan sko. En er ekki að í unglingavinni, er ekki svona vinna í eitthvað nokkuð tíma og svo er leikir og eitthvað, eða ekki? Það var eitthvað sem frá þessu. Já, sko, það er náttúrulega bara undir hverjum flokkstur að komið, en hann fær eitthvað ákveðið svæði og ákveðið mörgja verkefnum. Og svo, þú veist, er alltaf brjóta upp daginn með því að fara eitthvað að leiki og það hreyfa sig. Eitthvað svoleiðis, ekki bara leggja í gólfinu og stinga í gras. Já, einmitt. Ef svona einhver að hlusta sem býr á Selfossi og hefur aldrei farið í Celsius en er það sem aldrei, hvað mælur með þær myndi gera, skilur, ef það er að fara okkar fyrsta sinn svona, þú veist? Þetta er að fara okkar atburð eða bara venjast opið? Já, nei, ég segi bara koma þegar það er opið. Já. Og ef það er eitthvað vafið, þú veist, senda okkur skilaboð á Facebook eða Instagram eða eitthvað og svo bara koma og hafa samband í starfsfólki og við getum sýnt þér allt og eitthvað svoleiðis. Já, og en eitthvað svona sem er svona bannað að gera í Celsius, náttúrulega má ekki reykja og ekki, þú veist, það er ekkert eitthvað svona eitthvað að ég veit ekki, eitthvað reglum. Jú, við erum svo sem alveg með eitthvað reglur, skilur, en það er náttúrulega bannað að drekka orkudrykk og veipa, það bannað með kveikjara og eitthvað svona svoleiðis reglur og svo líðum við ekki svona hegðun sem er svona eins og slást og eitthvað svoleiðis, skilur. Já, svona pirrandi hegðun, eitthvað er svona full og vill ekki gera neitt eða eitthvað. Nei, já, meira svona full og vera pirranda fólk svona. Já, svona, já. Að vera vondi við náungan sko. Þá vísum við bara út, skilur, en þá er það bara fyrir yfirleitt bara fyrir daginn dag, skilur, þú getur ekki verið lengur í dag, hvað bara aftur á morgun. Hefur eitthvað lent í því, hefur eitthvað þurft að senda einhvern út svona? Já. Oft? Það kemur stundum fyrir. Stundum þarf maður að setja kannski lengra mann, þú veist, bann í mánuð eða bann í viku eða eitthvað svoleiðis ef maður endur tekin Já, tekur þetta. Það meikar sens sko. Ég ætti alltaf að vera að vísa þér út, skilur. Það er bara að fara að hugsa þinn gang sko. Finnur hann áhugamál? Hann áhugamál. Fara bara í pakkhúsi, díla við þar bara. Nei. En þið farið stundum í ferðir með krökkum eða ekki? Alveg til Reykjavíkur og eitthvað? Já, við hefum stundum verið að gera það, já. Hvað er svona staðista ferðin sem við farið í? Það er góð spurning. Við hefum stundum farið í skíðaferðir. Sem er bara í Blafjöll? Já. Og síðan þú veist að setaraði fer meira svona ferðir og við meira kannski svona ferðir
til þess að verðlauna þú veist, ykkur að krakka þú veist, verðlauna fyrir að vera dugleg í stelpuklúbnum skilur sem aðra hverju viku og þá svona lokaferð vinnuferð með setaraðið, lokaferð með setaraðið og svo kannski eitthvað svona 8. bekkja ferð í byrjun í svona haustin þú veist bara til þess að lefa þeim að kynna starfsfólkinu og starfinu og svoleiðis. Farið oft í bíó, ég sá einhvern tímann svona dót eitthvað bíóferði eða eitthvað bara í bíóhúsi hérna. Já, við höfum meira verið að gera það með 5. til 7. bekk. Já, eitthvað svoleiðis bíóferðir. Senast þegar fórum bíó fórum við á Lof mér að falla með úlingana. Þú fórst á hana, eða ekki? Ég held Þú var allan síðan. Ég sé hana, en ég fór ekki með Celsius á hana. Ég fór á hana áður en að því ég fór held ég sko. Ég hef ekki séð hana það, en ég veit alveg hvað hann nú. Ég sé hana tvisvar. Allir búin að segja mig hvað. Ég verð að fara í skíðaferð. Heldur að það verði skíðaferð bara á þessu ári? Mögulega í febrúar. Ég vona sko, ég er búin að vera leiðinni á skíði bara allan vetur. Óli er búin að tala ekki manna, það ógeðslega pirrandi, ándjóks. Við fórum Akureyri daginn og það var lokað reynda sko. Það var í loksins bara samþykja að fara að skíði, ég bara ok, ég skal fara meira að skíði. Einar er svo... Mér er svo leiðilegt að skíðin sko, ég veit ekki. Þú farið einu sinni, hvernig, þú veist... Mér er bara svo kallt og það er bara nenni ekki, það er bara eitthvað svo... Ok. En ég skal alveg koma meira að skíði, það er ekki mál. Allar að koma með Celsius vel? Já, kannski. Já, við förum kannski í bæinn og gistum í félagsbrystu. Já. En hvað svona, það setar ráð, það er svona álingum eða ekki, og hvað gerir það? Hvað svona, hvernig hittast þau og... Það er sem sagt á haustin, þá bara óskum við eftir meðlimum í ráðið og það má hver sem er koma og vera í því, en þegar þú ert búin að skrá þig og svoleiðis, að þá verður bara að fylgja því eftir að vera í ráðinu. Þú mátt alveg hætta, skilur, en ekki bara eitthvað mæta á einn fund og svo ekki koma aftur fyrir 5 mánuð, skilur. Já, ekki vera latur. Já, þannig að bara sinna því og við fundum einu sinni í viku og förum yfir, þú veist, hvað er að gera þessar viku, hver ætlar að sjá að þau undirbúa síðan viðburðina, eða þú veist það sem er á dagskrá. Hver er að gera hvað og síðan eru svona stærri viðburðir, þau vinna í sjoppum eins og þegar við vorum með hérna á hótelinu. Já. Og svo þú veist fyrir við vinnuferðir og þá undirbúið við dagskrána til dæmis bara alveg út allt árið eða svona önnina svo fyrir áramót og svo eftir áramót. Og svo fáið við svona lokaferð í mæ. Svona velun. Já, fyrir verið dugleg. Fyrir verið dugleg. Já, bara fyrir setjaræði það? Já, það er bara setjaræði. Bara veluna þeim fyrir vinnuna. Þetta er bara, þetta er að bjóða okkur í paintball. Mér langar ógilt í paintball. Paintball maður, þetta kostar svo ógilt. Það er líka aldurstakmarki. Já, er það? Já. Ég held að það er 15 eða 16 ára sko. Ég held að það er 16 sko. Þannig að við getum ekkert verið að bjóða upp á það sko. Litlu krakkarnir komið í paintball. Við erum með krakka í 8. bekk. Skilja heim bara með glóður auga og svona leiðindi. Það er leðilegt. Við hefum samt verið með leystak. Við erum með gistinótt milli jól og nýjárs eða vökunótt og þá erum við með leystakina í íþróttahúsinu í Vallaskóla. Já, ég man til því, það var auglýst. Ég ætlaði að fara í það, en svo bara nefndi ég ekki. Það er ógeðslega gaman, það verður bara fullt að gerast alla nóttina. Já, Einar, ég held að þú ert ekki maður í setjaráði, þú myndir ekki nenni. Sko, ég myndi, ef ég hef skildi til að gera það, þá ger ég það. En svo til dæmis, fekk svo bara mjög bónus, ef ég fara að mæta í bónus, þá mæti ég í bónus. Bara, þú veist. Annars gerast hlutir. Já, svo bara rekin, það er fara málið. Það er alveg vandræðilegt. En maður þarf samt að vera svolítið duglegur að mæta vaktir líka til þess að vera setjaráðinir. Já, svona í sjoppu og svona. Með bara vera vaktir, þú veist, á kvöldvaktir. Þú veist, þú þarft að vera virkur í starfinu til þess að vera skjæðbileggjað og sjá það. Skilur, ekki bara mæta fundi og svo mætir aldrei á vaktir og veist ekki hvað gengur vel og svona, kvöldvaktir. Já, svona opið hús, skilur. Bara hafa gaman bara, þú veist. Já, bara vera duglegur að mæta í félagsmiðstöðina. En sko, þegar ég og Óli mætti síðast sem var bara Vallaskóli. Já, Vallaskólakvöldi. Þá heyrðum við að var LAN. Er það búið, eða ekki? Já, það var helgina. Það var helgina, já. Það var laugardaginn síðasta. Gerið þá allan laugardaginn og allan nóttina? Nei, það var frá 11 á morgni til 11 kvöld var LAN. Já, þetta sést ekki yfir nótt, sést þá. Nei, við gerum það ekki núna. Það hefur alveg verið gert, sko. En við bara ákveðum að gera það ekki. Ég er svo mikið náðu að hafa svona töluleikjum. Það er bara svolítið töluleiki, það er það ekki. Já, þá kemur bara með þínar eigin græjur. Þínar eigin græjur, svona PlayStation 12, já. Svo bara spila töluleiki. Það er eitthvað sem ég myndi að mæta í. Sérstaklega svona yfir nótt, mér finnst það ógeðslega gaman. Gera alltaf með vinum mínum. Já, hljóma vel, sko. Það er svona,
Ég svona, já, PlayStation. Ég búinn að kaupa með leiki og svona, en ég ekki við duglegur að spila. Tölum þess að bara tonna reiki á hana, sko. Ég er ekki búinn að selja hana því að ég á Blu-ray diska og mér langar að nota þess að Blu-ray spila. Já. En það er þægilegt, sko. En ég myndi mæta á svona kvöld, sko. Það væri... Það er líka, ef þú átt ekki PlayStation getur þú bara komið í Celsius og spila. Já. En hvernig, þú veist, eru oft lögn á tímabili, þú veist svona... Einu svona ári yfir Milan. Bara einu svona ári? Já. Það er svona 4. Já, einu svona ári er fínt. Það er svona... Það hefur verið svona fjáröflun fyrir strákaklúbbin. Já. Og sem heitist á aðra hverju viku og þeir voru svona fjáröfla fyrir lokaferðina sína. En þið leyfið þá ekki orkudrykki þá þannig, þú veist, fyrir svo Nei, það er gott. Það er ekki gott. Það má ekki neinu starfi tengt félagsins. Það er ekki gott að svona ungi krakkar draga orkudrykki, mér finnst það svo farulegt, sko. Þess vegna er líka aldurstakmarkaða. Já, það er ástæða fyrir því. Sko það er 16 einhvers staðar en 18 einhvers staðar, mér finnst það svo. Já, fyrir eftir koffínmagninu í líka bara stundum búðum, sko, ég sé það er eitthvað. Já, ok. Bara svona, þú veist, með minnstu koffínu er stundum 18 líka, sko, alveg. Já. Það er bara svona. Það veist, já. Er það ekki bara, já, nei, það er eiginlega skiptist eftir koffín, manni. Já, það er yfirleitt svo leið. Já, þú er aldrei drukkið orkudrykk? Nei, ég hef aldrei drukkið orkudrykk. Óli, væntanlega hef ég drukkið orkudrykk, heldur ég segja. Nei, bara að segja, já. Drakka bara, þú veist, ég gera oftast því í lana reyndar, en þú veist, ef ég vaki alla nótt, þá ger ég það. Drekka þá bara 1 orkudrykk og sumir þú veist drekka alveg 4 eitthvað fyrir yfir nótt. Það er bara hættulegt, sko. Það er ekki það gott á bragði, sko. Ég myndi skilja að þetta væri eitthvað ógeðslega gott á bragði, en mér finnst Fanta betur á bragði, sko. Já, mér finnst Monster svo góð, sko. Já, ég held að það sé rosastóður ástæða að fólk finnst það gott á bragði þess að drekka það, sko. Heldur þú drekja bara að þetta er gott á bragði? Já. Ekki að því að finna svona áhrifina. Sko, maður finnur ekkert eitthvað, þú veist alveg bara, þetta er ekki eins og breytið súpmann, sko. Þetta er bara, þú veist. Ég hef aldrei fundið þessi áhrif, sko. Ekki, þetta, þú veist, þú finnur bara, þú svona vaknar allavega. En þú veist, ef þú ert ógeðslega þreyttur og þú veist, búin að vakna nótt og drekkur orkudrykk, það svona vaknar smá kannski. En það verðst ekki bara alveg bara að þú veist, byrja að hlaupa á veggi, sko. Ég ætla ekki að drekka þetta þegar ég var þreyttur, þannig, þú veist. Nei, það, já, orkudrykki, það tengir smá Celsius. Fóðan þetta aldrei út í túr. Eitthvað sem má ekki koma. Nei, ekki koma orkudrykk. Það var reikin út, strax, held ég. Ef þú ert hútaður á orkudrykkjum, þá bara vartu að bara tala það við ykkur. Það er ekki góð fíkn. Nei. Stór hættuleg fíkn. Já. Herðu, hvað, er þetta ekki bara fara að koma gott eða? Eða þú búið með allar spurningar? Allur listin minn er bara horfinn, sko. Já. Það var bara við fyrstu 20 mínúna bara. Maður er svo fljótur að spyrja allar spurningar. Mér finnst það, þú veist, ég er búin að taka þetta til þessum fyrsta þáttinn, mástu, við skrifum eitthvað 5 hluti niður og var bara ok, við erum með þetta í 40 mínútur eða eitthvað. Er eitthvað sem þú vilt koma framfæri, bara rétt í lókin? Plugga allt. Ég held að ég sé bara að segja allt, en bara ef það er eitthvað spurningar þá bara hafið samband við okkur á Instagram eða Facebook. Já, þeir eru bara með Instagram og Facebook, ekkert eitthvað snabbt eða eitthvað. Jú, við erum með Snapchat, við notum það aldrei. Já, ég man þegar var auglýsið það var gíslega eitthvað. Ég nefndi aldrei þetta ég er gíslega. Það er einmitt líka þannig, skilur, eins og með vina síðan á Facebook. Fólk nefnir aldrei adda. Já. Ég er búin að vera svolítið neikvæður í þessu podcasti. Ég lofa að mæta meira Celsius, ég lofa. Nei, ekki neikvæður, ég ákvæði bara svona, nenni ekki mikið. Já, en ég ætla að vera betur að mæta Celsius, það er mjög skemmtilegt Celsius. Ég fann það síðast þegar ég var að valla á dóttunum. Mætum í LAN og... LAN er búið. Hún var að segja það, fylgstu með krakki. Já, tók það bara eins og ári. Já, við mætum, ég mæti allan eða varul, sko. Já, og skíði. Þeim ég hendi það bara, sko. Já. Í mars, ég verð ekki í februar. Ok, hendum við varul í mars. Já. Og ég var að hugsa, það er alveg þín svona hugmynd fyrst mér endlana, þú veist, að þið eru með hann að skjáarpa. Já. Að hafa bara svona bíókvöld, er það trúlega ekki? Við höfum verið með bíókvöld, sko, en það er bara engin áhugi að horfa á myndina. Skilur, fólk nennir ekki að horfa á myndina og fer bara að leika sér frekar. Ef ég auglýsi Ace Ventura, þá mæti ég strax. Það verður svakalegt, sko. Það er eitthvað kostning eða eitthvað svona, hvað mynd? Já. Það veit ekki. Já, það er snótt Instagram í það. Það var fyrir kostningu. Já, hafið gert það, já? Nei, það er bara sniðið hugmynd. Já. Þetta fyrir loftið á sunnudaginn, er eitthvað að gerast í vikunni í næstu viku sem þeir sem hlusta eru til að gera? Eitthvað skemmtilegt? Ég man það ekki núna. Jú, það er pílumót á mandaginn. Pílumót? Mándaginn, já, bara næsta dag.
Það er að hlusta, fara á morgun. Koma á morgun í pílmót. Já, hljóma vel. Þannig eins gott þú sér til að hlusta, svo sem er að hlusta núna. Herri, bara takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Geggjað, þú svona, fyrsti svona gesturinn okkar, svona almennilegi fyrir utan vin okkar. Almennilegi, þú segir einhverjum þessi ekki almennilegi. Fyrir utan vin okkar. Já, ég skil okkur minna. En já, þetta var geggjað. Það var mjög skemmtilegt. Herri, takk hérlega fyrir að koma. Já, takk fyrir mig. Og hafið þið það gott.